Ég er uppalinn og fæddur á Stöðvarfirði en flyt þaðan 16 ára gamall burtu til Reykjavíkur í raunum til þess að uppfylla mína drauma sem að þá snýr að því að ná sem mestum árangri í fótbolta. Vera atvinnumaður í fótbolta eins og alla strákalangar? Já, og það bara sá draumur gat ekki ræst fyrir austan og ekki meiri segja ekki einu svona að spila í næstu efstu deild og þannig að ferðin lá suður og þar var ég ykkur 6 ár áður en ég flutti erlendis. Og svo flyt ég raunin núna til Egilsstaða þá eftir cirka svona 19 ári burtu og flyt þá til Egilsstaða og og akkur í Egilsstaða það var bara tiltölulega einfalt. Egilsstaði var staður fyrir austan sem að bauð upp á mesta þjónustu, mesta afþreyingu fyrir börnin mín, flugvöllur, mikilvægt fyrir mig að geta farið suður og annað slíkt. Og það var niðurstaðan og núna erum við búin að vera þar í 6 ár og líður alveg afskaplega vel en mér langar óskaplega mikið að sjá Egilsstaði og miðsvæði Austurlands styrkjast og verða sterkara þannig að fleira fólk, ungt fólk, menntafólk sjá sér tækifæri að flytja þangað og stoppa lengur heldur en það gerir í dag. Já. Framtíðin fyrir Austurland, hvernig hún? Segjum að við tækjum þá þann pól í hæðina að styrkja miðjuna og það nú reyndar ekkert óumdeilt hvað miðjan á Austurlandi en segjum að það sé Egilsstaðir, það svona staðir sem búin að ná vissu forskoti núna sem svona stærsti staður á Austurlandi og ef við tækjum bara pólitíska ákvörðun það að styrkja þennan stað myndi það þá leiða til þess að minni staðir í kring ættu betra líf eða hvernig ætti maður að sjá þetta fyrir sér? Eða ætti maður að einbeita sér að reyna að styrkja litlu staðina? Komandi frá Stöðvarfirði sem segja, þá myndi ég ekki segja að það ætti að vera áætlan, það ekki endilega bara að styrkja litlu staðina. Austurland einfaldlega bara lítið og fámennt hvort þið er. Egilsstaðir og miðsvæði Austurlands bara lítið og fámennt. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að styrkja þá byggðakjarna sem þegar hafa sýnt sig að fólk vil búa á. Þegar ég segi Egilsstaði, ég hugsa svolítið Mið-Austurland, þá Egilsstaði og Fjarðabyggð saman. Því að ef við hugsum Egilsstaði sem þjónustukjarna á flugvöllinn, þá höfum við þá hlið af peningnum. En svo með Fjarðabyggð sem við með aðgengi á höfnunum og sterk fyrirtæki þá meðal annars eins og í Áli. Í mínum huga alveg augljóst að þessi 2 svæði þurfa að sameinast. Því að styrkleikar þeirra beggja eru akkurat ekki þeir sömu. Og með því að þeir myndu sameinast og þá með jarðgöngum, einhvers konar samgöngum, þá yrði til mjög sterkur og spennandi kjarni sem þú getur kannski bara líkt við íbúðahverfi í Reykjavík. Þú getur búið í Grái en unnið í Breiðholti. Börnin gætu verið í íþróttum í Vesturbæ þó þú myndir búa í Mosó, skilurðu. Það væri bara samtengt með sumarvegi og þá held ég að öll þjónustan og aðstaðan sem þar innan svæðis myndu öll vaxa. Því að þá ertu orðið með í staðinn fyrir á Vopnafirði að búa 1400 manns. Búðin þar þá með 1400 viðskiptavini en með samgöngum þetta 9000 manns. Búðin þyrfti að jafnvel að stækka og fjölga störfum. Það yrði til sprengja störfum. Leið og þessi göng myndu klárast og svo ofan á þetta þyrfti að klárlega að bæta aðgengi að höfuðborgarsvæðinu og þess vegna hef ég verið mikill talsmaður þess að niðurgreiða innanlandsflugið eða að gefa okkur eitthvað af þessum krónum tilbaka sem við höfum sparað fyrir ríkið meðal annars í minnkun og opinberri þjónustu. Og þá held ég að þú væri komið eitthvað sem ég vil kalla draumalandið Austurland. En við getum alveg tekið undir það að samgöngur skipta svo óskaplega miklu máli. Og ég horfði til dæmis á Land allt á Stöð 2 í gær og þar einmitt var verið að tala við fólk í Jökulsárhlíðinni og það var með lítil bú en það gat búið þarna því það sótti vinnu til Egilsstaða. Já. Þannig að Egilsstaðir auðvitað skipta mjög miklu máli á Austurlandi og ég held að Fjarðabyggð og Egilsstaðir komin ekki til með að sameinast kannski alveg í bráð en nú verið að tala það að sameina Seyðisfjörð, Fljótsdalshérað, Djúpavog og Borgarfjörð Eystri. Þannig að kannski það byrjunin. Mér finnst þetta svolítið góða punktur og góða punktur ég væri með innanlandsflugið og ég gerði það að gamni mínu að ég fór á Iceland Air Connect í morgun út því að við erum að hafa áhyggjur af sameiningu WOW
og Iceland að í rauninni það alveg galið að ætla að byggja upp þetta land og vera ekki með niðurgreidda flugsamgöngur og það væri ódýrara fyrir mig að skreppa í heimsókn til bróður minns eða sonar minns í Stockholm og fara til Malmö heldur en að fljúga austur til foreldra minna. Þannig að þetta er eitthvað svo stórt atriði sem við verðum að huga að og ef við ætlum að byggja þetta land þá hljótum við að þurfa að okkur líði þannig og fáum þessa sterku upplifun að við höfum tækifæri til að rækta þessar rætur okkar því það er svo bara sterkt í þjóðinni. Nú erum við kannski komið svolítið í þá stöðu sko að það er ekkert sérstakur hvati að verða að ferðast til ættingjana innanlands. Ef þú tekur höfuðborgarsvæðinu þá er eiginlega bara meiri hvati að drífa sig til útlanda heldur en að hitta ættingjana á Austurlandi því að það er bara miklu ódýrara að fara til útlanda. Og nú er kvartað yfir því í sumar að það hafi ekki verið mikil ferðamannatraffík til á Norðurlandi. Og þeir sem búa á Suðvesturhorninu, það er mikið ódýrara fyrir það að fara í einhverja ferð til London eða Kaupmannahafnar heldur en að fara út á land. Já, það er kannski 3 sinnum ódýrara fargjaldið til London heldur en til Akureyrar. Það er náttúrulega eitt varandi allan að, til dæmis eins og þessa skoskuleið sem hefur verið talað í varandi niðurgreiðslu. Hún náttúrulega í rauninni myndi ekki breyta þeim hluta þegar það er ódýrara fyrir fólk í Reykjavík að fara út á land. Nei, ég veit það. Hún snýr að því að jafna aðgengi að aðstöðu, þjónustu og afþreyingu í bænum. Og það er örugglega mjög góð rök fyrir að hafa þetta fyrir alla, en það er þá bara kannski önnur barátta sem þau þurft að fara út í. En kannski ég held að mikilvægi hlutin varandi að snúa þessu að ef þú ert í, sal af fullum í Reykjavík og myndir biðja fólk að rétta hönd og segja hversu ofta síðastliðin 5 árum hefur þú þurft að fara til Egilsstaða? Ég er bara ekkert viss að margir myndir rétta upp hönd. Það verður enginn bara. En ef þú myndir gera það nákvæmlega sama á Egilsstöðum eða Ísafirði eða jafnvel hér verið segja, þá myndir allir rétta upp hönd. Hvort sem að vera út af heilsugæslu, íþróttum, hitta fjölskyldu, símenntun, nefnið það. En svo getur maður líka alveg spurt, sko, er fargjald til dæmis til London í dag, er það raunhæft? Og það er þetta alls ekki raunhæft. Við sjáum þetta bara eins og með VAR að það er bara í basli út af því að það eru svo lág þessi fargjöld í dag. Þau munu væntanlega hækka. Þetta hljóta að vera. Og svo eftir að svona setja þumalputtaskrúfuna á flugið, þessi evrópska áætlun sem snýr að því hvernig er hægt að minnka útblástur í fluginu sem er alveg gríðarlegur. Þumalputtareglan er skilst mér að þegar maður flýgur til útlanda þá er brent svipuðu magni af eldsneyti eins og maður er sjálfur þungur. Þannig að þegar ég flýg þá er það bara að brenna 80 kílóum af þóttu eldsneyti. En eins og varðandi niðurgreiðslu innanlandsflugi, ég pínu smeykur við hvernig eigum við að gera þetta? Ef að ríkið fer að styðja við þetta, er það ekki tækifæri fyrir flugfélög sem er að fljúga þessar leiðir að hafa bara verið ennþá hærra og okkar ennþá meira? Já, ég var alltaf... Það þarf að vera einhver þumalputtaskrúfa á því. Já, það þarf að vera. Getur maður haft það þannig að segja bara við sem flugfélög, ok, ef þið eru tilbúin að selja Ívari flugmiða fyrir 10.000 kall, þá ætla ég að leggja hann 4.000 kall á móti. Ég held að þetta sé ekkert rosalega flókið. Það er nefnilega að þetta var eitt af því sem var svolítið rætt þegar við vorum að byrja að tala um þetta. Og þá var talað meðalans þetta að þetta myndi ekki standast einhverja Evrópureglur og EES-reglur og einhvern veginn vildi kerfið ekkert endilega leita þessu. Heldur var bara farið að stjá og Jóna Árný hjá Austurbrú á nú bara mikla þakki fyrir það að rauninni hafa fundið og þessa skósku leið í rauninni. Og þá kemur bara ljós að þetta er í Skotlandi. Þetta stenst Evrópureglur. Akkur er það ekki lagið hjá okkur. Já, akkur er ekki lagið hjá okkur. Og þar er innbyggt í kerfinu að ef að flugfélögin fallast á að fara inn í þessa leið, þá er aukið eftirlit hjá ríkinu á því að verðið fari ekki út til neytandans. Skiljiði. Og það er líka að hugsa þetta, er þetta ekki smá bara beauty, þannig fer einkapenningurinn saman með hinu opinbera og það sem hefur gerst þar er að það hefur orðið til samkeppni á leiðinni. Vegna þess að það er einfaldlega stærri kaka og félögin horfin á þetta, það eru fleiri sem fljúga, það er meiri peningur inn í þessu, við getum gert þetta bara betur. Þannig á sumum leiðin getur bara það gerst að við getum fengið allt í einu 2 flugfélög sem segja, við getum keppt þetta núna og þar af leiðandi færi verðið niður. En á endanum getur vel verið að flugfélagið græða á þessu. Ég segi bara, mér er bara það alveg sama. Ég vil bara að við getum búið á Austurlandi og ég vil að þessi byggð geti vaxið og stækkað
og við getum séð svona sterkt kjarnasvæði þar. Já. En ég ætla að leyfa mér aðeins leiðilega, ég man fyrir nokkrum árum að þá var annað flugfélag sem flög allavega hér til Akureyrar og þá stórlækkaði verðið, en við héldum samt áfram mörg hver að eiga viðskipti við gamla flugfélagið. Við vorum ekki að breyta Við hefðum átt að einhenda okkur í það að eiga viðskipti við þetta nýja flugfélag sem var að koma og náði niður verðin á flugi. Já, svona erum við. Söðtrygg. Já. Svo þetta þannig að annað gafst upp. Já, nákvæmlega. Og þannig að maður svona spyr sig hvort það sé grundvöllur fyrir hérna svona samkeppni, en samt það getur orðið svona samt eins og núna þegar valhöfningin koma. Það hefur gerst að fólk hefur farið héðan til Húsavíkur frá Akureyri og flogið þaðan vegna þess að hentaði eitthvað betur tímasetningin. Já, akkurat. Þannig að flug til Húsavíkur og Akureyri getur verið í einhverju pínu samkeppni. Ég held að við megum ekki vera hrædd við þetta sko. Við þurfum bara að ákveða, við erum bara sérstakt land og við þurfum bara að þora að taka einhverja svona ákvarðanir sko. Ég held nefnilega ef að þessi ákvörðun yrði tekin þá eru til leiðir. Það þarf enginn að segja mér annað. Þetta til í fjölda landa, þetta er að skoða, þetta er í Króatíu, þetta er á Kanaríu, til Meilandsins þar, allt með sama hætti sko. En þetta er líka svona þessi bara hluti sko, þegar ég hef stundum verið að spyrja þessu, þú veist, er þetta ekki bara svo þú getur farið í hörpuna og ódýrt eða á landsleiki eða eitthvað slíkt, getur ekki bara horft á þetta í sjónvarpinu. En það snýst einmitt akkurat vanda landsbyggðarinnar, sérst að það er ekkert byggt húsnæði vegna þess að fasteignaverð lágt. Ég segi bara að svona leið, skosk leið eða niðurgreiðslu flugleið, að hætti skoskuleiðanar myndi einmitt hækka fasteignaverð á þeim svæðum sem skiptir máli. Ég er alveg sannfærður með að þetta verið til Egilsstaða eða Ísafjarðar eða hér eða fleiri staða, ef við tökum bara Egilsstaða. Ég held bara að fasteignaverð þar myndi jafnvel hækka 30–40% á næsta ári ef þetta væri gert almennilega til langs tíma. Já, þetta verið gert svona grand. Ég hef oft kallað eftir þetta verið jafnvel bara skoða því ég veit til dæmis, ég bjó í Redding þegar það var hraðlest frá Redding niður til Paddington. Hún tók 45 mínútur. Það var fólk í Redding sem að ferðaðist þarna niður til. En hvað gerist? Ríkið ákvað að setja hraðlest frá Paddington, þetta var bara hluti af infrastruktúrkerfinu í Englandi. Og það var gerð hraðlest frá Redding til Paddington sem tók bara 20 mínútur, ekkert stopp. Og hvað gerðist? Fasteignaverð í miðbæ Redding rauk upp einhver 50% eða meira. Já, hvað? Skiljið, vegna þess að þá fór allt í einu fólki sem bjó í London að sjá sér fært að búa þar. Og ég segi alltaf, ég bý 45 mínútur frá Reykjavík. En það er bara verðið sem er alltaf hátt, það er ekkert að. En hvað er það? Bara hafa pólitíkar sem ekki eins og mikla trú landsbyggðin eins og við? Já, sko, það er bara rétt fyrir kosningar. Svo einhvern veginn gleymist þetta, það er svo ótrúlegt. Velti fyrir sig hvort þetta sé vera svona. En þetta undirstrikar það að samgöngunar skipta svo óbáslega miklu máli. Og til dæmis, ég kem frá Grenivík og sko, ég veit að Grenivík væri ekki svona vel statt eins og það er í dag ef það væri ekki svona nálægt Akureyri. Fólk getur búið á Akureyri, unnið á Grenivík og öfugt. Þetta skiptir miklu máli. Og svo við tölum ekki bara fótboltaliðið okkar Magna, það er heilmargir Akureyringar sem að eru í því. Já, og fyrirtækin, hvaða fyrirtæki eru á Grenivík? Já, það er bara hellingur, það er lyfjafyrirtæki og mjög flott fiskvinnsla, það er harðfiskverkunin, það er bara nefndu það, og sparisjóðurinn, við meðum ekki sparisjóð Hörpurvinga. Það fólk er að sækja þetta vinnu frá Akureyri á Grenivík og svo öfugt, sem að gefur þessu. Skiptir svo miklu máli, sko, varðandi styrkleika svæðanna. Við sáum til dæmis eins og það sem var nú í fréttunum núna með uppsagnir á Vopnafirði eða fólk frá Bakkafirði sem var á Vopnafirði. Að þetta er svo erfitt þegar þessi litli staðir eru svona tiltölulega einangraðir og það er langt í næstu staði að þá er ekkert annað að sækja og fólk verður þá svolítið hrætt held ég við að flytja á staði sem eru svona vegna þess að byrja allir að byggja þarna og svo er mér bara sagt upp og hvað þá? Þannig að með því að tengja þessa staði þá eins og með þessum samgöngum sem ég tala þá styrkir hvern einn og minnkar þessi áföll. Og ég segi bara, þú veist, Egilsstaðir, Seyðisfjörður, Norðfjörður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður. Þetta eru allt litli staðir. Þeir þurfa einfaldlega styrk hvers annars. En talandi Bakkafjörð og þá eiga þeir nú alla mína samúð. Að sko, það eru 10 eða 11, ég man ekki hvað margir frá Bakkafirði sem var sagt upp á Vopnafirði. Og það er ekkert framundan á Bakkafirði. Og sko, þó að fólk vildi flytja í burtu, þá eru húsið þeirra verðlaus. Hvað er þetta að gera? Já, þetta er mjög erfitt af því að eins og ég var að benda á að þetta er
ekki fyrir stöðu að vera nálægt einhverjum stórum stað. Nei. Og jafnvel þótt að maður gerir alveg frábæra samgöngur, þá er þetta samt ekki nálægt einhverjum stærri stað. En þá kannski er það spurningin, eigum við bara að sætta okkur við það? Við vitum það að þessi litlu sjávarþorp, þau voru byggð upp bara upp á 1900 því að þau þurftu að vera sem styst frá fiskimiðunum. Nú bara er öldin önnur og kannski verðum við bara að sætta okkur við það að þessi litlu þorp, þau eigi ekki öll framtíð fyrir sér, þó að sé sárt að segja það. En ok, ef við tækjum það afstöðu, hvað eigum við þá að gera? Eigum við þá ekki að styrkja fólk sem lendir í því að vera með sína fasteign sem verðlaus á einhverjum stað sem á ekki framtíð fyrir? Það finnst mér. Þetta hefur aldrei mátt ræða, Nei, nákvæmlega. Því að þetta er bara að hugsa sem svona að þarna fer óvinnurinn að tala, sem ætlar að bara leggja allt í auðum, Já, akkurat. En fólk er bara í fjötunum, fyrir að vera og miður. Við erum með sjóði þegar einhverja áföll dynja yfir og þau geta verið að náttúruvöldum, þau geta verið að mannavöldum. Nákvæmlega. Og þannig að við þurfum auðvitað að skoða það, að það er ekkert nýtt að, ég meina það var byggð hérna í nánast hverjum firði og fólk tók sér saman og flutti saman, ég meina það gerði forfeður mínir úr Viðfirði og hérna á Hellisfirði tóku sér saman og flutti allir á einu bretti vegna þess að gátu ekki verið án hvers annars. Akkurat, og það var eins á Flati á Skjálfanda, menn bara héldu fund og ákváðu að flytja. Sama sagan var á Jökulfjörðum held ég á Vestfjörðum, það var bara fundur íbúðir að eiga að vera eða ekki og það var ákveðið að fara og þá. Algjörlega. Akkurat. Og það er auðvitað erfitt að sitja hér og taka þessa ákvörðun fyrir Bakkafjörð, en auðvitað við þurfum að ræða þetta. Já, ég held líka, þú veist, eins og fyrir þessum 30-40 árum, ef maður hugsa um staða sem ég bjó, þá byggðist þetta þorp upp meira og minna frá, ég veit ekki, 68 til 78. Það voru 10 ár sem öll húsin byggðist á. Og þetta voru svona kynslóð foreldra minna sem byggði þetta. Og maður hafði einhvern veginn tilfinningu þá að það fólk sem var að byggja þessi hús þá, þetta byggði stór einbýlishús og svoleiðis, að þetta fólk ætlaði að búa þarna alla ævi. Þannig er ekkert hlutinir í dag. Fólk er miklu meira á hreyfingu. Það eru miklu auðveldar að þvælast og færa sig jafnvel á milli landa og menntun og annað slíkt er til staðar. Þannig að ég held að menn þurfi líka þá bara aðeins að hugsa málið aðeins öðruvísi. Þú veist, ég veit að þróunin var svoleiðis með fóru úr landbúnaði í sjávarþorpi. Og núna hafa menn verið að fara úr sjávarþorpunum aðalega suður. Og menn geta alveg sagt, já þetta er bara eðlileg þróun, en það er alltaf að stíga inn í hana til þess að reyna að safna meira þessu fólki á hvert fjórð. Og þá getum maður spurt líka, vantar fleiri leiguíbúðir á þessa staði, þannig að fólk geti flutt á þessa staði án þess að þurfa að kaupa. Ekki spurning. Það vantar húsnæði, Og fyrir 30 árum þá byrjum við á því í Grýtubakkarhreppi að byggja leiguíbúðir á Grenivík. Og það fannst nú ekki öllum þetta gáfulegt. Þetta væri einstaklingarnir ættu að byggja. En ég get alveg sagt ykkur það að ef við hefðum ekki byrjað á þessu fyrir 30 árum, þá væri Grenivík allt annað þorp en það er í dag. Hefur sveitarfélagið ekki stórgrætt á þessu? Það er stórgrætt á þessu og svo höfum við höfum bara haft sem svona þjóðanbyrgdarreglu. Við eigum ekki nema svona kannski 10-11 íbúðir og þegar við byggjum þá seljum við einhverja íbúð. Þannig að við erum ekki að safna bara íbúðum endalaust. En er það ekki líka komið að öðrum stórum vanda þessara sveitarfélaga? Að þegar sveitarfélagið tóku mörg málefni ríkisins yfir á sig og eru að sligast undan þeirri ábyrgð. Já. Og þú veist, er það ekki, höfðu sveitarfélög ekki aðeins meiri sveigjanleika áður? Já, ég veit það ekki. Ef við tökum til mér eins og bara þegar grunnskólinn fluttist yfir til sveitarfélagana, að menn deila ennþá það hvort að ríkið hafi platað sveitarfélögin. En auðvitað bara spýttu sveitarfélögin svo rosalega í þjónustuna þegar að skólinn kom yfir til sveitarfélagana. Og eins með auðvitað málefni fatlara. Ég held að sveitarfélögin séu ekkert hýrudregin af ríkinu varðandi málefni fatlara. En það þarf virkilega að passa sig samt á blessaðu ríkinu og nú er verið að tala að færa jafnvel kannski öldrunarþjónustuna og framhaldsskólana. Þannig að allavega þurfa menn að vera mjög á tánum þannig að ekki sé að menn séu ekki hýrudregni. Akkurat. En tölum við íbúðarhúsnæði. Nú er dálítil krafa á suðvesturhorninu að það komi opinber stuðningur við það að fólk geti eignast húsnæði. Og maður veit ekki alveg, þetta er talað um kjarasamning og svona, og veit ekki alveg hvort það krafan á að beinast að sveitarfélögunum eða
eins og mig grunar að krafan eigi bara að beinast að ríkinu. Og við höfum hérna Ísland, það sumstaðar gengur ágætlega, sumstaðar gengur ekki sérstaklega vel, en sko einum stað gengur nú svo vel að það bara fjölgar miklu meira heldur en annars meðaltali og það hægt að fjárfesta þar meira sér þótt að vextirnir séu svona háir og það borgar sig og gengur svona þvílíkt vel og fólk vil koma og sitja stað og það Reykjavíkursvæðið. Og þá spyrir maður sig, á þetta svæði að fá opinbera byggðastuðning. Og ég svona svolítið smeykur það að krafan sé svo. Já. Við þurfum að fá byggðastuðning vegna þess að það gengur svo vel hérna. Og húsnæðisverðið svona hátt vegna þess að það gengur svo vel. Og þá verður þetta svona vítahringur sko og við verðum komið með svona neikvæða byggðastefnu eiginlega. Þá erum við eiginlega með opinbera stuðning það sem gengur best. Og þá spyr ég sjálfa mig að því fyrirgefðu að sko ef að þetta verður raunin, eru við ekki nógu sko sterk og öflug til þess að tala okkar máli? Því auðvitað þurfum við þurfum að vera með leiguíbúðir út á landi alveg ekki síður heldur en í Reykjavík því að bara einstaklingar, þeir byggja helst ekki einbýlishús og kannski í einhver litlu þorpi, vitandi það að ef við ætlum að flytja í burtu, þá fá þeir kannski bara 50% af íbúðaverðinu tilbaka. Já. Ég svolítið hræddur að verði gera sniðin ykkur laust fyrir höfuðborgarsvæðið. Og svo er sagt við landsbyggðirnar, já þið geta alltaf fengið líka sko, en þetta verði samt ekkert laust sem passar okkur, verði sérsniði fyrir höfuðborgarsvæðið. Ég bara svolítið hræddur þetta líka, því að ef maður skoða bara eins og það sem að sveitarfélög geta sótt, hvað heitir þetta, stoppframlög til íbúðarbyggingu út á landi. Ég hef kíkt inn á Íbúðalánasjóð bara og þetta kom fram á þingi líka. Ég held að það hafi verið 4 umsóknir byggingu á húsnæði fyrir austan í gegnum þetta. Og ég svona velti fyrir mér og þá lítur þetta svona einhvern veginn að fasteignaverð og byggingarkostnaði og Íbúðalánasjóð getur lagt eitthvað aðeins til og sveitarfélag eitthvað aðeins til þess að minnka þennan mun. Ég held bara að munurinn á fasteignaverði sé ennþá of hár, þannig að þessi lausn mun ekkert nýtast. Þess vegna held ég að verði að hugsa þetta svolítið þannig að til þess að rjúfa vítarhringinn þá verður að búa til byggileg svæði út á landi. Þannig að þau verði sjálfbær og þar alveg hækki fasteigna. Þannig ég myndi miklu frekar vilja sjá peningarnir til okkur sem kemur til okkar segja bara herðu niður innanlandsflug, bætum samgöngur og leifum þessu svæðum að vaxa. Ekki vera að henda alltaf einhverjum bitlungum til okkar í jarðveg sem bara ekki, hann bara ekki frjór. Ef ég grípi ég svo æstur í þessar sko, ég sé þetta akkurat þannig. Ef að þrýstingurinn orðinn of mikill á suðvesturhorninu sem leiðir að sé allt og hátt húsnæðisverð, þá hlýtur svarið við því að byggja upp annars staðar til að létta af þrýstingum. En nú til dæmis eins og sveitarstjórnarráðherra boðaði á síðasta landsþingi núna í september á Akureyri að nú yrði aukið fjármagn sett í sameiningu sveitarfélaga og það verulega. Allt í lagi með það. Þá spyr maður sig, eitt að fá peninga, hvernig getum við nýtt þessa peninga til þess að breyta vörn í sókn? Og það stóra málið. Við höfum ekkert með peninga að gera ef að við getum ekki breytt vörn í sókn. Það rétt, það Já. En ég meina, ég held það ef verður, ég hef trú á því að það náttúrulega svo mikil mörg lífsgæði sem við höfum út á landi að ég held að í allar þessu áreiti í dag að fólk fari aðeins kannski að bara svona huga að því sko því að það bara mikil lífsgæði í því fólkin í því að búa út á landi en eins og þú segir til þess þurfa þessar grunnstoðir að verða. Fólk vill ekki fara mörg skref tilbaka úr góðri þjónustu í vonda þjónustu, eða í litla þjónustu. Það nefnilega alltaf rökin fyrir því að flytja út á land þetta alltaf svolítið svona. Það svo fallegt þarna og það svo gott loftið og það sem sagt mikil fjallasýn og vítti veggja og auðveld útivist. Og fólk flytur að þeim forsendum. En þá segir ég alltaf við fólki sem mögulega flytur svona þetta mjög fínt og ég tala ekki það að börnin ung. En hvað ætlar að gera þegar börnin flytja í burt? Þegar þau koma á þann aldur að aðstæður á þínum stað ekki nægilega góðar og þau flytja, hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þú að búa lengi á þessum stað? Og það allt í lagi að börnin flytja í burtu. En það verra þegar þau sjá sér ekki fært að koma tilbaka og þannig tölunar í dag. Og þess vegna svo mikið að þessu mínum aldri
að flytja í burtu frá þessum svæðum. Þau elta börnin sín og þar alveg verður að breyta aðstæðum. Og svo líka þetta bara þjónustan sem að breytast. Ég bara út af því að nú er ég búin að búa svolítið lengi hérna og bjó sem unglingur fyrir austan. Búin að búa hérna lengi og mann sko rennir það alveg gott hérna, já, það er svo sárt að sjá það að jafnvel sko þjónusta sem var alltaf á Norðfirði, það er kannski hún er færð til Seyðisfjarðar og allt í lagi með það, en þá verður að vera samgöngur. Veist, ef þú ert með ástviðin, kannski veikan á hérna Seyðisfirði eða hérna með Alzheimer eða einhvern líka sjúkdóm og þú hefur ekki aðstöðu til þess að heimsækja. Vegna hérna, það fjallvegurinn er meira og minna ófær og þó hann sé færa þá ertu kannski bara hræddur að keyra. Þannig að við verðum auðvitað að hugsa þetta einhverju þannig samhengi, myndið þú gera fólkinu þín þetta? Já. Akkurat. En svo sko, talandi aftur hérna þáttinn í gær Land allt, að það var að tala við ungt fólk sem var að setja í stað þarna rétt hjá Egilsstöðum og það sagði það er mikið betri þjónusta veitt hér heldurinn á höfuðborgarsvæðinu. Það er svo langi biðlistar á höfuðborgarsvæðinu, barnið mitt, það þarf sérstaka þjónustu og það fékk þessa þjónustu strax. Þannig að það er ekki allt svo slæmt. Nei. Það er nefnilega akkurat það sem að, vegna þess að stundum sagt mig, þú ert svolítið neikvæður með þetta. Ég segi bara, já, af því mér finnst mikilvægt að sé bent á það sem þarf að laga. Algjörlega. En það er ekkert óhemju mikið sem þarf að breyta. Þá er þetta nefnilega bara frábært. En sko, keðjan verður ekkert sterkari heldur en veikasti hlekkurinn. Og það er klárlega þarna hlekkur sem bara virkar ekki. Vegna þess að okkur vantar aðgengið aðþerfingu, þjónustu og þessu svona sameiginlega sem við höfum byggt upp. Ef við lögum það, og ég er allan á því að til dæmis þetta varðandi innanlandsflugið er leið til þess, þá myndi ansi margt annað falla bara á réttan stað. En er það ekki að vera raunsær? Akkur er það að vera neikvæð? Það verður að vera raunsær. Ég vil meina þessi raunsær. Mér finnst það svo gaman að rökræða þetta. Mér finnst það bara, ég vill ekkert eins og staðan er. Mér líður agalega vel á Egilsstöðum og þá kom ekkert, sko, ég flutti til Íslands aftur. Það voru 3 staðir sem kom til greina. Það var Reykjavík, ég hafði búið þar og hún var ekki efst af þessum 3. Það var Akureyri eða Egilsstaðir. Ísafjörður mögulega, ég þekkti enga ekki Nei, akkurat. Þannig að það eru ekkert endilega margir staðir sem kom til greina og okkur líður rosalega vel. Þú hefði getað flutt til Grenivíkur, það er mjög gott að þú hefði Já, en ég ekkert Ertu ekki fótboltamaður? Jú, ég hefði samt valið